Hingað kominn Jón Helgi Egilsson, hann fjármálaverkfræðingur. Jón, ég kallaði þig hingað vegna þess að, hann meðal vegna þess að þú skrifaði grein í Moggann árið 2001, snemma árs árið 2001 og þú skrifaði reyndar skýrslu með vinniðinum Kára Sigurðssyni, það sem að þið færðu fram rök fyrir því að þetta kerfi sem við Íslendingar vorum að fara inn í þá, þetta með fljótandi krónu og verðbólgumarkmið, að það myndi ekki standast, að þetta væri sem sagt, hugsanlega eitthvað svona rökleysa. Já, við Kári semst gerðum þessa skýrslu 2001 vegna þess að það sem gerist 1997 til 2001, það var kannski nokkuð svipað að vera að gerast núna, menn það var að hækka stýrivexti mjög mikið, en þrátt fyrir það þá árangurinn látið á sig standa. Þannig að spurningin sem stóðum fram fyrir þá var hvernig stendur á því að þessi klassíska hagfræðikenning, hún ekki að skila sér í reynd. Og það svona niðurstaðan og það var að vísu meira sem þá var í gangi, menn voru með vikmörk sem var síðar að vísu fellt niður. En það sem við sáum þarna var að ákveðnar niðurstöður og meðal annars það að við vissar aðstæður að þá getur það gerst að mjög háu stýrivextir og hækkandi stýrivextir þeir geta kallað fram önnu viðbrögð heldur en menn að leita eftir. Að menn vilja, hinn klassíska hagfræðikenning, hún gengur út á það að þú ætla að hækka vextina og kenningin segir til skemmri tíma þá mun gengið styrkjast en hins vegar til lengri tíma þá átt að slá á þenslu og ég meina þetta notað af seðlabönkum út allan heim. Þetta hinn klassíska hagfræði og hún að virka víðast hvar. Þannig að einhverjum ástæðum þá virkaði hún ekki hérna 1997 til 2001 og við gáum þessa skýrslu, skrifum þessa grein og svo framvegis og við erum að sjá nákvæmlega sama vera að gerast hérna og búin að vera að gerast undanfarin ár og við getum skýrt þetta með þessari grein hérna frá 2001. Og þetta ekki alveg augljóst og eins og ég segi, þetta ekki alveg klassísk hagfræði. Nei. En hvað það sem gerðist þá í staðinn? Málið að þetta bara eins og í eðlisfræði eða verkfræði eða hverju öðru, ef þú byggir með einhverja kenningu, þá byggir hún á einhverjum forsendum. Og það sem raunverulega að gerast það, að forsendan, ein megin forsenda fyrir þessa kenningu svo að undirliggjandi kerfi sé lokað. Það að segja að vaxtahækkunin, hún virki á kerfið og allt kerfið. Þannig að þeir sem í kerfinu, þeir þurfa að sætta sig við þá hærri vexti. Þeir munu þá draga úr framkvæmdum og svo framvegis og það mun slá á þenslu og allt þetta. Þannig að það megin forsendan. Langt sér þessi kenning kom fram og frá þeim tíma hefur ýmislegt gerst. Hagkerfi meira og minna opin og það þýðir það að einstaklingur á Íslandi getur farið að tekið lán einhvers staðar annars staðar og einstaklingur í Bandaríkjunum getur ávaxtað einhvers staðar annars staðar og framvegis. Þetta allt orðið miklu meira opið. Og þannig við erum komið svo opið kerfi allavega fræðilega. En spurningin hins vegar, ef þetta raunin, að þessi opið kerfi og byggir ekki og forsendurinn þá ekki lengur til staðar, af hverju virkar þetta þá víðast hvar annars staðar? Og ástæðan sú að þessi kerfi víðast út heim að þau virka eins og lokakerfi. Það er mikil tregða í kerfinu. Við tekjum dæmi. Ef þú ert í Bandaríkjunum og þú ætlar að kaupa þér íbúð í Bandaríkjunum, þá eru stýrivextir í Bandaríkjunum 3,5% og þú gætir sagt svo, mér finnst það bara fjári háu vextir 3,5%. Og ég get farið til Japans og þar eru stýrivextirnir 0,5%. En Bandaríkjamönnum kannski dettur þetta ekki mikið í hug og af hverju? Vegna þess að það bara 3% munur. Og þá þýðir það, ef þeir farið til Bandaríkjum taka lánið, þá þeir komið gjaldeyrisáhættu í láninu, eignin í dollar. Þannig að segja, veistu það, 3% munur, þá hans fín, hann bara dugar ekki. Og þetta tregðan sem í kerfinu. En hins vegar, það sem gerist það að ef þú tekur í burtu þessa tregðu, þá virkar kerfið eins og opið kerfi. Og það það sem við erum að sjá hérna, og við sáum sem sagt 97 til 2001, það fóru stýrivextir upp í 11,4%. Núna eru stýrivextir í 13,75%, þar sem forvextirnir. Frá árið 2003 þá hafa stýrivextir Seðlabankans bara hækkað. Og samt erum við að sjá það að hagfræðikenningin, þessi klassíska, hún ekki að skila sér. Og það vegna þess að þú bara komið með svo mikið vaxtamun. Ég meina við heyrðum af því hérna á Íslandi 2004, 2005 að fólk væri að segja að þetta bara háir vextir á Íslandi. Ég ætla bara að fara erlendis og taka lán og jú, það gengisáhætta, en veistu hvað, ef það 10% vaxtamunur, þá
þá bara læt ég mig hafa það vegna þess að ef ég tek 20 ára lán og ef þessi vaxtamunur verður 20 ár, þá má gengi falla 10% ári áður en að þessi valkostur er verri. Nákvæmlega. Ok, þannig að þú ert gal opna kerfið. Ok, þannig að þá er forsendin ekki fyrir hendi. Spurningin er þá, hefur það einhver áhrif? Breytir það einhverju fyrir kerfið? Sko, já, það breytir heilmiklu. Flestir halda að breytingin sé bara svo að verkfæri sem er notað til þess að eiga við þensluna eða verðbólguna, að það verður bara bitlausara. Það bara býti ekki eins mikið og það ætti að gera. En málið það, ef þú skoðar það betur og það sem við gerum grein fyrir 2001, er það að kerfið fer að virka í öfuga átt. Það hefur þveröfug áhrif. Það hefur þveröfug áhrif og það var stutt með gögnum 2001 og menn þurfa ekkert annað en að horfa á gögn hérna þá sjá menn að það hefur þveröfug áhrif. Ég meina, verðbólgan er að aukast, það er mikil þensla, það er gríðarleg skuldsetning í gangi og búin að vera í gangi og það er búin að vera mikið góðar líka. Þannig að það hefur þveröfug áhrif og það er eitthvað sem er ekki þessi klassíska hagfræði. Og þetta er kannski svolítið erfitt að skýra þetta en við náðum að skýra þetta 2001 bara með einni mynd sem við skoðum eftir. Já. Ef kannski sjá þessu mynduna? Já, ok. Það er hérna Hurst... Hvernig er Hurst-Euclid áhrif? Hurst-Euclid áhrif, já. Og ég veit ekki þessi mynd er upp á skjánum núna. Hún er á skjánum núna, já. Ok, en myndin er þannig að á lóðrétta ásnum að þá ertu með lántöku áhuga raunverulega og það getur verið að tala um íslenska krónur, erlend lán en líka áhuga vegna spákaupmanna og á lárétta ásnum þá erum við með vaxtamun þannig að ef þú hækkar vexti þá ertu að færa það til hægri eftir ásnum og þú ert að slá á þennan lántöku áhuga og það er eins og kerfið á að virka og það er þegar við erum á stígi 1 og þá virkar þessi klassíska hagfræði. En síðan kemur að því eins og við fórum yfir áðan að ef þú ert komið of mikið vaxtamun þá ertu komið að galopna kerfið þannig að þessi tregða sem er gjaldeyrishátta hún er farin að vega minna þannig að það er ekki lengur loka kerfi. Og þá fara ýmsir athyglisverðir hlutir að gerast og við getum að fara í gegnum það en þá förum við yfir á stig 3 og við erum á því stigi núna og höfum verið töluvert lengi og það eins og við sögum 2001 það þýðir það að þú ert svolítið að skemma fyrir útflutningsgreinunum, þú ert að skemma fyrir nýsköpun, það er hluti af þessu. Þú getur búið við tímabundið góðæri, ekki spurning, en þú ert að auka sveiflurnar gríðarlega í kerfinu og þú ert að bjóða mikilvæg áhættu heim. Og mikilvæg spákaupmennsku. Já, það er sjálfsögðu, það er bara eðlilegt. Allt kerfið er lokað og þú sér að þetta ávaxta peninga í einhverju landi á 13-14% og gengið er nokkuð stöðugt jafnvel að styrkjast. En þú talar um að þeir hafi bruggað göróttan mjöð í Seðlabankanum. Já, ég kom til landsins á laugardaginn og var svolítið kannski djettlagt og sett það svona fram. Það er ágætis samlíking vegna þess að í raun og veru ertu ekki að laga ástandið þú ert ekki einu svona að fresta lækningunni. Ef þú heldur þessu svona mjög lengi áfram að þá ertu að skemma svolítið kerfið. Þú ert svolítið og það er sjálfsögðu ekki ætlun þessara manna en það er, ef þú skoðar þetta náið þá sérðu það að það er það sem gerist og ég fer aðeins í það að þessi mikli vaxtamunur hann hefur það fyrir með sér að fólk vill fara að taka erlend lán, fyrirtæki og einstaklingar. Í raun og veru þá er bara fólki að færa lánin úr íslenskum yfir í erlendur. Og hugsanlega að taka meira lán en látum það líka milli hluta og það er líka hvati fyrir spákaupmennina og afleiðingin af þessu er hver? Jú, hún er svo að ef þú tekur lán í útlöndum, í evrum, þá þarf að koma með evrurnar heim, skipta þeim yfir íslenska krónur, það myndast eftirspurn eftir íslenska krónu, hún verður dýrari og hún bara styrkist. Veitu hvaða afleiðingar hefur það? Þetta hefur sömu áhrif og eins og ef þú væri með CCP, Össur og þessi fínu fyrirtæki sem við eigum, ef þeim var að ganga gríðarlega vel í útlöndum og þau var að selja mikið af vörum út í útlöndum og taka síðan ágóðan heim. Þannig með öðrum orðum, þegar þú skuldsetur þig að þá ert að styrkja krónuna og innfluttar vörur lækka, innflutt aðföng lækka og meira þess að þeir sem eru með erlendar skuldir, það lækkar skuldin ef þú horfir á það íslensku krónum. Niðurstaðan er svo, þetta er kjarabót fyrir almenning, kaupmátturinn eykst, það er með þessi eignamyndun og markmiðið var að slá á þenslu. Þetta er heldur betur hvati fyrir þensluna og þá ertu komin eða á stig 3 sem við tölum en á sama tíma eru kjör útflutningsgreinanna í raun að versna þeir fá færri krónur fyrir gjaldmiðilinn
Og líka þegar þú ert með svona háa stýrivexti þá er mjög erfitt fyrir nýsköpunarfyrirtæki að fara af stað og bjóða fjárfestum einhverja lausnir þar sem segja ef þetta gengur allt eftir þá farið þið svona mikla ávöxtun á sama tíma og örugg kjör hjá ríkinu er þetta há. Það er mjög erfitt að keppa við það. Einmitt. Þannig að við sjáum bara fækkun á nýsköpunarfyrirtæki. Það er annað. En nú erum við í þessari stöðu, gengi krónunnar er að falla þrátt fyrir þetta allt og Seðlabankinn virðist samt að halda að þú líkir þessu við mann sem er fyllibittur sem að getur ekki hægt að drekka og ætla bara að halda áfram við erum vist að fara að klára þetta. Já, ég meina, staðan er þessi. Við erum sem sagt komin á þetta á stig 3 og erum að vera það lengi og við höfum bara, okkur hefur bara liðið vel. Ég meina, ég var hérna síðasta sumar og það var þvílík hamingja í gangi alls staðar, allir að kaupa sér hús og sumarbústaði og hjólhýsi og kampaðinn og því hvað. Mjög gaman. En þetta hefur verið drifið áfram, þessi gjaldeyrisinflutningur, hann hefur sömu áhrif eins og okkur gengi vel. En það er ekki endilega raunin. Þannig að núna erum við með alveg gríðarlega mikið af skuldum, erlendum skuldum. Við erum með þá stöðu og þurfum að vinda ofan á því. Við erum með spákaupmennina og flöktið er náttúrulega mikið. Og þá bara spurningin, hvað viljum við gera? Viljum við vera í stigi 3 eða viljum við fara tilbaka? Ef við farum tilbaka, eins og það var kannski gerast það var rætt föstudaginina, þá, ef við farum tilbaka, þá þýðir það að menn þurfa að greiða upp skuldir í erlendum gjaldmiðlum. Það þýðir það að spákaupmennir fara út. Og það sem gerist núna er það að kjörin eru að versna og fyrir spákaupmennina, þannig að vaxtamunur fyrir þá er raunverulega að minnka, þannig að þeir eru raunverulega að horfa á þetta eins og vaxtamunur væri minni og þess vegna eru þeir að hafa minni áhuga að koma inn og þá er spurning hvað gerist með Við verðum víst að slíta þessu. Ég þakka þér fyrir Jón Helgi, ég ætla að fá hérna utanríkisráðherra lands sem heitir Líbería. Já, takk fyrir. Já, takk.